Velkomin í þessa kynningu á líffærafræði fleygboðans. Í dag ætlum við að skoða hvernig við getum séð stærðfræðina í annars stigs föllum og skilja þau skref fyrir skref. Hvað gerist þegar við setjum x í annað veldi? Byrjum á grundvallaratriðunum. Þegar við erum með jöfnu eins og y jafnt á x fáum við beina línu með jafna hækkun. En þegar við setjum x í annað veldi þá breytist leikurinn. Grafið fer að vaxa hraðar og speglar sjálft sig. Útkoman er alltaf jákvæð sem myndar þetta dæmigerða fleygbogaform. Stuðullinn a í jöfnunni, þar að segja talan sem stendur fyrir framan x í öðru veldi, hún stjórnar því hvernig fleigboginn snýr. Ef a er jákvæð tala, teygir grafið sig upp á við. Við segjum að fleigboginn brosi. Ef a er hins vegar neikvæð tala, snýr grafið niður á við og fleigboginn myndar fílukall. Stærðin á stuðlinum a skiptir líka máli fyrir lögunina á fleygboganum. Ef a er lágt gildi og nálgast 0, verður grafið gleiðara og víðara. En ef a er hátala eins og til dæmis 4, þá verður grafið miklu hvassara og þrengra. Skurðpunktur við i-ás. Talan c eða fastinn í formúlunni segir okkur nákvæmlega hvar grafið sker y-ásinn. Af hverju? Jú, þegar x er 0 þá detta allir aðrir liðir í jöfnunni út og eftir stendur bara c. Punkturinn 0,c er því alltaf skurðpunkturinn við ásinn. Núllstöðvar eða skurðpunktar við x-ás. Núllstöðvar eru þeir staðir þar sem grafið snertir eða sker x-ásinn. Það er þar sem y er jafnt á 0. Fleygbogi getur haft 2 núllstöðvar, eina eða jafnvel enga ef hann svífur fyrir ofan eða neðan ásinn. Samhverfuásinn. Sérhver fleygbogi er fullkomin spegilmynd af sjálfum sér. Spegillinn er kallaður samhverfuás og hann situr nákvæmlega í miðjunni á milli núllstöðanna. Við finnum staðsetningu hans með formúlunni x jafnt og -b deilt með 2a. Munum að a er stuðullinn eða talan sem stendur fyrir framan x í öðru veldi og b er talan sem stendur fyrir framan x. Topp- og botnpunktur. Mikilvægasti punkturinn er topp- eða botnpunkturinn, sem liggur alltaf á samhverfuásnum. Ef a er stærra en 0 eða jákvæð tala, höfum við botnpunkt, sem er lægsta gildið. Ef a er minna en 0 eða neikvæð tala, höfum við topppunkt, sem er hæsta gildi grafsins. Að hreyfa fleygbogann eða hliðra honum. Hvað ef við viljum halda löguninni en færa grafið til? Þá notum við svokallað svigaform. Það er að segja, fall af x er jafnt og a sinnum svíinn x mínus r í öðru veldi pluss s. Hér eru r og s einfaldlega nýju hnitin fyrir topp- og botnpunktinn. Lóðrétt hliðrun eða lyftan. Lóðrétt hliðrun virkar eins og lyfta. Ef við bætum tölu aftast við jöfnuna, færist grafið upp eða niður. Jákvætt s lyftir því upp, en neikvætt s færir það niður. Lárétt hliðrun eða hliðarskrefið. Til að hliðra grafinu til vinstri eða hægri, breytum við tölunni inn í sviganum. En verið varkár, hér gilda öfug formerki. Mínustala í sviganum færir grafið til hægri, en plústala færir það til vinstri. Og ef við tökum þetta saman, að lokum skulum við skoða dæmi þar sem allt kemur saman. Í jöfnunni fall af x er jafnt og x mínus 2 í öðru veldi, mínus 1, færist grafið 2 skref til hægri og 1 skref niður. Nýji botnpunkturinn lendir þá nákvæmlega í hnitinu 2,-1. Takk fyrir að horfa.